Góðan daginn. Þá hefst bæjarstjórnarfundur í bæjarstjórn Árborgar. 61. fundur haldinn 3. september 2025 klukkan 16 hér í Grænumörk 5. Ég vil byrja á því að bjóða alla bæjarfulltrúa og starfsfólk fundarins velkomin til starfa eftir sumarleyfi. Gott sumar, en það er nú sumar ennþá úti eins og allir fundur sem hér kom inn áðan. 18 stiga hiti og sól, þannig að þetta lítur allt saman vel út í þessum besta mánuði ársins. Þá göngum við til hefðbundinnar yfirhalningar hér. Fyrst að geta þeirra sem að mættir eru til fundarins. Sá sem hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, vara bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista. Rósa Sif Jónsdóttir ætlar að rita hér fundargerð. Ég vil fyrst nefna einhverjar athugasemdir við boðun fundarins. Ef ekki, þá getum við gengið beint til dagskrár. Við byrjum á máli 1, eðlumálsins samkvæmt, það kaupsamningur Fossnes 5B. Eftirfarandi var lagt fram og bókað í bæjarráði á 137. fundi. Lögðu fram drög að kaupsamningi þar sem GTS EHF kaupi lóðina Fossnes 5 L 188 988 lóðanúmer af sveitarfélaginu Árborg. Lagt til við bæjarráð að samþykkja sölu lóðarinnar í samræmi við framlagðan kaupsamning. Bæjarráð samþykkir að vísa málum til umfjöllunar og afgreiðslu í bæjarstjórn og hér eru síðan fylgisskjöl sem að því fylgja. Og ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, gaman að sjá okkur öll eftir sumarleyfi. Við erum að ræða fyrsta mál á dagskrá sem kaupsamningur Fossnes B á Selfossi sem bæjarráð vísaði til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn. Að ræða í rauninni mál sem bæjarráð samþykkti að selja eftir 19. maí 2022 á umræddar lóð á markaðsverði og það er þá gert verðmat á lóðina. Það verður gerð, eins og kemur fram í minnisblaðinu, nokkur verðmöt á breiðu verðbili og einnig var horft til annarra sambærilega sölu sveitafélaganna. Þar í kring eru nokkrar lóðir sem umrætt fyrirtæki á. Við erum að tala um eignarlóðir hjá þeim þar og síðan þessi spilda sem liggur fyrir aftan 1888 fermetrar að stærð sem hefur rauninni ekki aðkomu að svo stöddunum í gegnum lóðurnar hjá umrættu fyrirtæki og það var ósk eftir því að fá að kaupa þá þessa spildu og sameina síðan lóðurnar í eina. Leið hefur komið umræða í þessu vinnuferli eins og á deiliskipulagi gert ráð fyrir að sveitarfélagið fari í gatnagerð á götu fyrir aftan sem væri þá tenging inn á meðal annars þessar lóðir og eins og kemur fram í kaupsamningnum að þá fellur fyrirtæki frá þeirri kvöð að það verði tenging aftan, þannig að með áframhaldandi vinnu með öðrum fyrirtækjum á svæðinu þegar sem það samtal í gangi þá mun þessi vegur geta vonandi aflagst í skipulagi og þar af leiðandi þarf sveitarfélagið ekki farið þann kostnað heldur að leggja þann veg og tengingin á lóðina verður þá frá Nesmýrinni sem liggur þar til hliðar. En umrætt kaupur er 5,5 milljón og annað kemur fram í minnisblaðinu sem 2.900 krónur á fermetran og í samanburði við aðrar sölu þar sem var verið að stækka atvinnulóðir, þar voru aðrar seldar á 2.556 krónur fermetran, þannig þetta er yfir þann hluta og leggjum til í rauninu og bara vonandi að þetta verði til þess að eins og hann hafa svona talað þó að það eru auðvelt að standa hérna í pontu og segja það en stenda það er vöxtur á fyrirtækinu menn vilja byggja við sem þá frábært að það verði komið þarna fleiri fasteignir og umsvið fyrirtækis geti vaxið og það er bara vel. Þannig að við leggjum til að kaupsamningurinn verði samþykktur og þannig að við getum bara haldið af. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, óskar eftir að fá taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta mál var nú tekið fyrir í bæjarráði fyrir nokkrum vikum og þegar það var lagt fram að þá voru í sjálfu sér engin fylgigögn með sem að svona rökstuddu þennan samning og verð og annað og við í rauninni bentum á það ég og áheyrnar fulltrúi að það væri kannski fullbratt að fara að leggja þetta fram með þessum hætti og samþykkja. Og það auðvitað þannig að þessi lóð eða þessi spilda stendur á þannig stað að þetta er náttúrulega andlit bæjarins og er í rauninni með mikil verðmæti fólkin í þessum lóðum. Þannig að samhliða því að selja lóðina þá er maður auðvitað að gefa ákveðið fordæmi til framtíðar. Þannig að við svona, eða ég í rauninni, kannski tala nú bara fyrir mig, það er kannski betra, en ég sá svo fyrir mér að það væri nú kannski erfitt að hækka verðið út frá þessu verði til framtíðar. Svo í kjölfari fékk ég nú einhverja skeytasendingu þar sem það fór fram einhvers konar umræður inn í fyrirtækinu að Framsókn stæði alfarið gegn því að selja þessa spildi til þessa góða fyrirtækis. Og það í rauninni kannski svolítið óheppilegt að þegar að maður gerir kannski ekki bókun en nær kannski saman með meiri hlutanum í bæjarráði að vísa þessu til bæjarstjórnar að í rauninni það sé haft orð á þau út í bæ að viðkomandi hafi verið alveg þversum í þessu máli. Og þá í rauninni kannski neyði það mig svolítið til þess að koma upp og leiðrétta það ef það til staðar einhvers konar misskilningur að ykkar einlægur sé á móti einhverjum framþróunum eða einhverju fyrirtæki eða eitthvað slíkt og verði nú að bera það bara að mér og segja að svo alls ekki. Það þannig að fyrirtækið eru auðvitað hluti af andliti sveitarfélagsins og það er mikill sómi af rekstrinum og þeirri þjónustu sem að þau veita og það er best að það komist líka bara alfarið til skila hér með. Jafnframt að ég var samt sem áður ósáttur við það að þetta væri niðurstaðan og taldi og tel að verðið sé ögn hærra og á aðliggjandi lóðum eru menn að meta virði lóðana sem að þessi fyrirtæki hafa til umráða og það svolítið yfir þessu verði sem að umræðir hér. Og af þeim sökum að þá svona taldi ég rétt að verðið sé kannski ögn hærra þegar það lítið til markaðarins. Nú, svo liggja til grundvallar núna og það vel að það eru nokkur verðmæti sem liggja til grundvallar og þau eru svona heilt yfir talsvert hærri heldur en þetta samningsverð og það svona þá hneigist maður að því að sú skoðun eigi rétt á sér að ég tel að verði sér lágt. Þannig og það í rauninni eitt og sér beinist bara að því að minni sín á markaðinn. Það beinist ekkert að fyrirtækinu á engan hátt. Og það bara, eins og ég segi, rétt að halda því til haga að þetta fordæmisgefandi, það verður horft til þessara viðskipta og það verður erfitt að auka við hækka verðið eftir á. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá taka til máls. Takk fyrir herra fórsti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, það er að benda á að í minnisblaðinu þá er sagt að lóðamat eða sem sagt verðmat frá lögmennu Suðurlands sé 15 milljónir en í matskjörinni frá þeim sem er í fylgigögnunum þá kemur fram að þeir meta lóðina á 1 milljón. Og ég var að taka undir með bæjarfulltrúa Arnari að við erum með þarna 3 verðmöt, það er 1 milljón þá, 3,6 og 15 og fasteignamatið er minnum við 14,7. Svolítið erfitt að ætla að fara að tippa á eitthvað verð. Og velti fyrir mér hvort að það þurfi að hreinlega, ég held að náttúrulega fyrir að fyrsta þá sveitarfélagið að setja sér einhverja stefnu, marka einhverja stefnu, hvernig ef það ætlar yfirleitt að selja lönd, hvernig á að meta virði þeirra og með hvað hætti á þá að selja framhaldi því og svo ekki það ég sé á móti því að selja þessa spildu til fyrir svona það er sjálfur sér engin ágreiningur það. Ég held bara að við þurfum að vanda okkur við að verðleggja þetta og maður svona veltir fyrir sig hvort það þyrfti hugsanlega að kalla til dómskáttamatsmenn eða eitthvað til þess að svona kannski bara skera úr það og hvað væri eðlilegt verð og þá í leiðin að búa til eitthvað viðmið fyrir sveitarfélagi sem væri þá hægt að fara eftir í framtíðar sölum eftir því verður leitast. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Óskar eftir að fá taka til máls. Fórsti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, kannski til nánar útskýringar og það hefði mátt standa kannski skýrar frá mér í minnisblaðinu að verðmat lögmanna var sem sagt 1 milljón yfir fasteignamatinu. Þess vegna kemur upp sem 15,7 þegar fasteignamati var skráð 14,7 og það var sem sagt 1 milljón yfir því. Og þannig ég skil fyllilega vel að þetta hefur valdið ruglingi þegar maður les verðmatið og svo það sem var sett inn en það er í rauninni skýringin að þeir voru með 1 milljón yfir þannig að það kom ekki alveg nóg skýrt fram í þeirra verðmati en ég heldur setti það nú vel í minnisblaðinu þannig að ég vona að það svara alveg af hverju en við settum réttu töluna til að sýna þetta inn í minnisblaðinu. Varandi verðið, já, það er hægt að teygja og toga það eins og sést á verðmötunum, þau eru mjög breið og síðan tókum við mið á náttúrulega öðrum sölum sem við erum að horfa eða höfum í rauninni framkvæmt þannig að við værum eitthvað sem við gætum miða við og þetta á niðurstaðan ásamt því að horfa til þess hvar við gætum í rauninni gert losna við kvöð á móti og hagrætt þá í rauninni annar uppbyggingu þannig að það er í rauninni skýringin á þessu og leggjum samt til að kaupsamningurinn verði samþykktur. Takk. Takk fyrir þetta Bragi, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista biður orðið. Já, takk fyrir herra fórsti. Minnisblaðið núna orðið aðalatriði yfirstjóra. Ef ég les þessa matsgerð frá lögmenn Suðurlands, þá stendur hérna neðst undir fasteignamat lóðarinnar krónur 14.700.000 stendur þetta neðst miðað við ástand eignarinnar, ástand fasteignamarkaðarins þessar mundir og almenn greiðslukjör telji raunhæft söluverð eignarinnar eins og hún í dag krónur 1 milljón. Ég bara fæ ekki út annað en þeir meti eignina á 1 milljón, ekki 1 milljón við fasteignamati, það stendur ekki þarna, stendur bara 1 milljón. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Óskar eftir að fá taka til máls. Já, og þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að við höfðum samband í lögmenn Suðurlands á sínum tíma þegar þetta verðmat kom til þess að spurja þá nánar út í þetta og þetta var sem skýringin en við fengum svona sem ekkit annað skjal frá þeim
til að skilja því að við lásum nákvæmlega sama út eins og þú lest. En eins og segi, burtið frá því hvað við erum að tala um, þá er rauninni niðurstaðan eins bara eins og kemur fram í gögnunum. Þú veist, þetta voru verðmætin sem lágu fyrir. Þetta er talan sem við erum að setja í kaupsamning sem við náðum saman um bilduna með þeim forsendum sem leggja fyrir frammi og það stendur og það er það sem við erum að leggja fram og leggjum til að vera samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta mál númer 1 á 61. fundi bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar. Þeir sem eru því samþykk vinsælt gefið merki. Þeir sem eru kunna vera á móti, það er samþykkt með 7 atkvæðum, 6 atkvæðum D-lista og 1 atkvæði A-lista og 2 bæjarfulltrúar S-lista og 2 bæjarfulltrúar B-lista sitja hjá. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúar S-lista hefur óskað eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Mér langar nú bara að taka fram að ég auðvitað mér finnst náttúrulega það er afskaplega eðlilegt að þetta fyrirtæki, Guðmundur Tyrfingsson, það góða fyrirtæki, kaupi þessa lóð og fái hana frá sveitarfélaginu, en svona sem svona gæsluaðili fjármuna sveitarfélagsins sem er mitt hlutverk hér og ásamt fleiru, að þá finnst mér aðeins sérstakt að við erum hann með 2 verðmæti upp á 15 milljónir króna og við erum í rauninni að samþykkja að selja þetta fyrir 1/3 af þeirri upphæð og mér finnst það aðeins erfitt fyrir hönd íbúa sveitarfélagsins af því að við erum hér hefur verið tíðrætt slæmastöðu og annað þvílíkt, en eins og segi, ég geri ekki mér finnst alveg eðlilegt að fyrirtæki kaupi þessu lóð og mér finnst það bara hitt besta mál fyrir þá og okkur í rauninni, en mér finnst þetta svona aðeins erfitt að vera í þessu hlutverki og samþykkja þetta verð. Ég bara var að koma inn upp og segja. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Gerst grein fyrir atkvæði sínu. Þá göngum við til máls númer 2 á dagskrá fundarins. Það er Fossnes, svæði 80, Sláturfélag Suðurlands, skipulagslýsing. Tillagan er frá 49. fundi skipulagsnefndar frá 20. ágúst síðastliðinn, liður 1. Landform EHF fyrir hönd Sláturfélag Suðurlands leggur fram skipulagslýsingu sem tekur til breytingar á aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 ásamt 9 deiliskipulagi fyrir iðnaðarlóð í landi Fossnes. Skipulagssvæði nær til 10,6 hektara svæði sem nær yfir 2 lóðir Sláturfélagsins. Annars vegar að ræða lóð Sláturhússins sem er 9,6 hektarar að stærð og hins vegar lóð Bjargs sem er 1 hektari að stærð. Innan skipulagssvæðis er að finna verslunar- og þjónustureign, VAP 5, iðnaðarsvæði I2 og opið OP1 sem er útvistarsvæði meðfram Ölfusá en nærinn á báðar lóðir Sláturfélagsins. Í fyrirhugaði aðalskipulagsbreytingu er gert ráð fyrir breytingu á landnotkun. Fyrirhugað er að byggja nýja afurðastöð vestan og norðan við núverandi sláturhús. Gert er ráð fyrir að stækkunin geti orðið allt að 6.000 fermetrar þar sem 2.000 til 2.500 fermetrar verða byggðir í fyrsta áfanga. Á lóð Bjargs eru núverandi starfsmannahús og er gert ráð fyrir fjölgun þeirra. Núverandi aðkoma að báðum lóðum er frá Suðurlandsveginn í tengslu við nýja afurðastöð er lagt til að aðkoma að lóð sláturhússins verði frá Nesmýri og núverandi aðkoma frá Suðurlandsvegi verði lögð af. Í deiliskipulagi verður auk byggingaráforma gerð grein fyrir hreinsun og hreinsibúnaði frá afurðastöð og nýju hreinsivirki. Skipulagsnefnd mælist til þess við sveitarstjórn Árborgar að samþykkja framlagða skipulagslýsingu til kynningar og umsagna í samræmi við 30. og 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Og svo hér auðvitað, eins og oft áður, fylgiskjal sem að skýrir kannski hlutina betur út, en ég opna fyrir mælendaskrá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, við erum hérna með skipulagslýsingu til umfjöllunar sem er svona fyrsta umræðum svona þessum lóðareigandi er svona sína eins og spilin hvað hann er að hugsa til framtíðar. Ýmsar umræður farið fram svona óformlega með fyrirtækinu og þannig er rauninni svolítið að sína hvert þeir eru að horfa og svona til að ítreka það þá er ekkert í þessu sem liggur því nú eru bara verið að setja þetta fram til kynningar og umsagnar. Þannig að samtal og breytingar er akkurat, þetta er tíminn sem við eigum í þessu samtali, við erum að breyta og þetta mun koma aftur inn í nefndina til umfjöllunar og afgreiðslu og hingað í bæjarstjórn áður en að þessi lýsing verður að veruleika og síðan í framhaldinu þarf að gera deiliskipulag sem fer líka þá til samþykktar. Þannig að það eru nokkur atriði þarna sem eðlilega þarf að skoða og ræða og bara eðlilegt að verði rætt betur og fari í þessu ferli og það er meðal annars staðsetning á starfsmannahúsum. Viljum við sjá þetta þessari stað þarna með eins og þeir eru að setja fram í lýsingunni eða viljum við sjá það öðruvísi? Eins og við vorum að tala um í málinu áðan, hreinsa upp þetta með aðkomuleiðina, að hún í rauninni falli út úr skipulaginu og þeir fái tenginguna lóðina bara frá Nesmýrinni og það samtali er í gangi. Þannig að það eru svona ýmis mál þarna sem ég held að sé alveg skipta skoðanir og þurfa að vinna í þessu ferli sem er bara gott að sé að hefjast í rauninni með þessu núna. En margt gott annað líka, þetta er rótgróið fyrirtæki og það er gaman að sjá að þeir vilji byggja upp og gera það vel og það er frábært fyrir svæði en við viljum auðvitað líka vanda til verka í þessu og að menn fylgi einmitt öllum lögum og reglum fráveitu og annað sem hefur nú verið millitannana og fólki hérna í gegnum tíðina líka. En bara gott að þetta sé koma á stað, eigum heilmikið samtal eftir við þá þetta áður en að þetta verður að veruleika en þetta er fyrsta skrefið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi og af því að nefndi rótgróði fyrirtæki þá ef ég maður rétt og þá eru 7 ár í það að það séu 100 ár síðan að fyrirtæki kom sér fyrir á staðnum, ég held að vera 1932. En Axel Sigurðsson varabæjarfulltrúi álista hefur óskættur að taka til máls. Forseti, fulltrúar og kæru íbúar sem heima sittið og hlustið á. Ég vil fá að fagna því þegar það er verið að fjárfesta hérna í heimabyggð, þegar fyrirtækinu okkar er að vaxa og stækka og er að byggja upp húsakost, framleiðslukost og þannig að það sé hægt að framleiða meira hérna í Árborg. Það sem ég langar sérstaklega vekja athygli þarna er eins og Bragi var að nefna. Þetta er fyrsti fasin núna er þetta til umsagnar. Þannig að þetta fer þá á neti og ég hvet alla íbúa til þess að það er hægt að kíkja á skipulagsgátt.is til að sjá hvaða máli eru í umsögn. Þannig að maður geti kynnt sér að fylgst með hvað er að gerast í heimabyggð. Fyrst og fremst langar mér bara að fagna þessu skrifum hérna. Það er mikið að gerast í atvinnulífinu í Árborg. Langar þar alveg að fagna þessu skrifi. Takk fyrir þetta. Axel, eru fleiri sem að hyggjast hjá sig undir þessum lið. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Biðjum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil nú taka undir með þeim sem að stóðu hér upp undir þessu máli að hér erum að ræða bara eitt af flaggskipum íslenskrar fyrirtækja menningar og það er í rauninni gríðarlega jákvætt að þeir hafi ákveðið að leggjast í þá vinnu að reyna að skipuleggja sig og starfsemi sína hér á Selfossi og það er bara í sjálfu sér hlakka ég mjög til að taka þátt í að koma að þeirri vinnu og vonandi verður eitthvað gagn af en fyrstu drög að þessu eru ákvæðlega spennandi og sýnir mikla svona framtíðarsýn og að hún skuli vera samofin okkar framtíðarsýn, það er bara mjög jákvætt. Þannig
Ég eiginlega, eins og ég segi, ég vildi nú bara taka undir og fagna þessu mjög og vona að þetta byggist upp sem fyrst og verði bara til mikillar farsældar fyrir bæjarfélagið og fyrirtækið. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, eru fleiri. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Herslistar, óskar að fá taka til máls. Forseti, já, þessi skipulagslýsing af athafnasvæði Sláturfélagsins er auðvitað, eins og fram hefur komið hér, svona fyrsta skrefið í átt að ákveðnum breytingum og stækkun sem að fyrirtæki hyggst fara í, sem eru auðvitað bara ánægilegt að þeir hyggist bæta við og auka veg fyrirtækisins hér. Það er svo sem aðrir sagt það hér og undan mér, ég tek undir það. Og mér finnst svona jákvætt í þessari lýsingu til dæmis breyting og aðkomu að fyrirtækinu. Það held ég að sé til bóta fyrir alla. Þetta er náttúrulega, við þurfum að fækka þessum út á akstri, út á þjóðveginn þarna. Og þannig að það er vissulega gott. En mér kannski svona aðeins að þetta eru við á fyrstu stigum og þetta á örugglega eftir að ræða töluvert meira. En ég var ekkert rosalega sátt við þessi ákvörðun sem var tekin þessi starfsmannahús þarna, þessi bráðabirgðahús. Mér finnst ekki mikill svona, ég hefði viljað sjá að þeir færu bara í að byggja eitthvað varanlegt, af því að sko þetta er náttúrulega þetta er aðkoman inn í bæinn og þetta er einn af fallegustu stöðunum í okkar sveitarfélagi. Þessi aðkoma og náttúran og umhverfið þarna í kringum Ölfusána, þetta er stolt okkar og þess vegna sko það þarf að vanda til og við megum ekki gefa afslátt á þó svo að við viljum gjarnan að það komi hingað góðu stundu fyrirtæki og byggja upp, þá megum við ekki gefa afslátt á umhverfinu. Það er bara, sko, ég held að það verður svo mikil eftirsjá til framtíðar. Og nú erum við náttúrulega bara í mjög stækkandi samfélagi og við þurfum að gæta enn meira af þessum þáttum. Ég meina, Sláturfélagið náttúrulega eins og við komum fram áðan og áður að þetta er auðvitað fyrirtæki sem búið að vera þarna á þessum stað í tugi ára og við vorum með þetta örsmátt sveitafélag þegar þetta byggðist upp þarna á sínum tíma og þá var svona ekki mikil kannski hugsun eins og er orðin í dag og náttúrulega bara þessi umferðaraukning og ferðamannastraumur sem er náttúrulega án bara samlíkingar hins seinni ár. Þannig að sko við erum bara komið allt annað samfélag, við höfum þróast þannig að þessi hlutir skipta meira og meira og meira máli. Og þess vegna bara vil ég að við þegar við förum að skoða þetta betur að við gerum bara meiri kröfur á Sláturfélagið þegar við eigum eins og samtali við og náttúrulega sjálfsögðu varðandi fráveituna og allt það þarf ekki að ræða það einsunni, en bara líka varðandi þetta, því að þetta virðist vera komið til að vera. Þeir eru að fá starfsfólk sem býr ekki í gríðarlega marga starfsmenn sem eru þarna annaðhvort til skemmri eða lengri tíma og það þarf bara að gera þetta almennilega. Það er ekkert verið að gera neitt tímabundið þarna og núna með þessari stækkun þá verður þetta enn meira. Þannig að ég bara biðla til okkar að vera standa vörðum þetta svæði og það þarf náttúrulega engin, það sjá það allir sem horfa á þessa mynd að þetta er eitt af okkar fallegustu svæðum og þannig erum við með stangveiðina sem eru svo okkar saga er í kringum og þarna Árbakkan og við verðum að passa upp á þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Og forseti leyfir sér að taka undir þetta með
húsin og þarf að lækka munina líka í aðdraganda árinnar. En það er opið fyrir mælendaskrá, ef einhverju fleiri vilja tjá sig hér. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða það, hvort að bæjarstjórn Árborgar samþykki framlagða skipulagslýsingu til kynningar og umsagnar í samræmi við framangreind lög sem ég nefndi hér áðan. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegt gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það þriðja málið á dagskrá fundarins, Ástjörn 13, deiliskipulagsbreyting. Þetta er tillaga frá 49. fundi skipulagsnefndar frá 20. ágúst síðastliðinn liður 2. Lögð er fram tillaga óverulegrar breytingar á deiliskipulagi fyrir Ástjörn 13 á Selfossi sem samþykkt var í bæjarráði 9. mars 2005 með síðari breytingu. Breytingi felur í sér að skilgreindur verði byggingareitur fyrir bílgeymslu með 4 bílskúrum við norðausturhorn lóðar. Stærð byggingareits verður 18 sinnum 7 metrar með hámarkshæð 4 metrum. Skipulagsnefnd mælist til þess við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja viðkomandi breyting á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. málsgreinar 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breyting á deiliskipulagi þar sem óveruleg frávik er að ræða frá gildandi deiliskipulagi. Telur skipulagsnefnd að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn og er því ekki talin þörf á að grenndarkynna breytinguna sérstaklega. Ég opna fyrir mælendaskrá. Einhverjum sem vilja tjá sig, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Biðjum orðið. Forseti bæjarfulltrúar tillögur, svo sem mjög greinagóður inngangur og bókur frá nefndinni, þannig að kannski lítið við að bæta. En kannski í ljósi þess að lóðin ber þetta í rauninni og eins og kemur fram hefur ekki nein teljanleg áhrif á nánustu byggð, að þá í rauninni var þetta ekki grenndarkynnt og bara lagt til að þetta sé óveruleg breyting og til samþykktar og legg það hér með fram. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Bragi. Það eru fleiri sem að vilja tjá sig þessa deiliskipulagsbreytingu á Ástjörn 13. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessari óverulegu breytingu, eins og hér var orðað, samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 4. máli á dagskrá þessa fundar. Suðurbraut 45 og 48, heimreið frá Klasagötu. Tillagan er frá 49. fundi. Já, hún er ekki frá 49. fundi skipulagslaga. Hún er frá 49. fundi skipulagsnefndar frá 20. ágúst síðastliðinn liður 7. Tómas Helgi Tómasson fyrir hönd Lovísu Tómasdóttur og Örlygs Sævarssonar, lóðareigandi í Tjarnarbyggð, leggur fram rökfærslu vegna umsóknar lagningu heimreiðar frá Klasagötu við Suðurbraut 45 og 48. Framlögð beiðni er ekki í samræmi við gildandi stefnumarkun deiliskipulagssvæðisins. Skilgreindir staðvísar og stoðföng innan deiliskipulagsins er í samræmi við reglugerð skráningu staðfanga, þar sem meðal annars kemur fram að staðgreinum við götur í skipulagðri byggð sé úthlutað í hækkandi númerröð eftir götu og raðast 8 tölu vinstra megin en slétta tölu hægra megin. Breyting á aðkomu myndi því að mati skipulagsnefndar verða til þess að endurskilgreining staðfanga við Suðurbraut þyrfti að eiga sér stað þar sem aðkoma lóðinni vinstra megin þegar keyrt er inn Suðurbraut. Rétt skilgreining staðfanga á grundvelli reglugerðar skráningu staðfanga er að mati nefndarinnar mikilvæg. Sérstaklega gagnvart öryggisþáttum þar sem sjúkrabílar og slökkvilið geti gengið út frá samræming í númeringu lóða innan svæðisins. Auk þess samræmist beiðnin ekki stefnumarkun gildandi deiliskipulagssvæðisins. Mælir skipulagsnefnd til þess við bæjarstjórn að framlagðri beiðni verði synjað. Og hér eru síðan nokkur fylgiskjöl þessu til útskýringa, en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka til máls.
Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum með hérna beiðnir fyrir þessar 2 heimreiðar svona til nánari upplýsingar, þannig að það liggi fram. Þetta er nú mjög greinagott þarna í inngangi á skipulagsnefndinni og hver ástæðan er þá hefur í rauninni árið 2019 fékk ein lóð í rauninni samþykkt að breyta heimreiðin hjá sér í takti við þetta. Við höfum svo sem ekki, en skipulagsfulltrúi með það mál til skoðunar hver ástæðan er því og þá þarf við rauninni að klára það mál, talandi staðföngin og allt í tengslum við það. En hefði í rauninni ekki átt að samþykkjast miðað við skilmála deiliskipulagsins. En þar af leiðandi þetta alveg rétt afgreiðsla hjá skipulagsnefnd miðað við deiliskipulagslýsingu. Við eigum bara ekki að fara fram með því, en það hefur samt komið til tals og verið til umræðu að fara yfir skilmála í rauninni þessa deiliskipulagssvæðis og svona ýmsum þættir sem mætti bæta, bara bæði fyrir íbúða og lóðar eigendur þar, þannig að þessi bara skýrara og betra, og þetta er kannski eitt af því sem þarf bara að ræða þar, þannig að þó að þessu sé sinni á þessum tímapunkti þá vitum við aldrei hvað gerist í framtíðinni, en allavega miðað við gildandi deiliskipulagsskilmála þá er þessu bara hafnað og nefndin gerir það alveg rétt, en þetta er kannski eitt af þeim atriðum sem ætti að ræða ef verður farið formlega í það að breyta skilmálum, en hvort að þessu er að breyta það ætla ég ekki að taka afstöðu til núna, því að það þarf auðvitað að gæta bæði öryggis og að allir aðrir þættir passi saman. Þannig að eins og staðan er núna þá mælist bara til að við staðfestum bókun skipulagsnefndar og þeirra tilvíðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Og ég hef nefnt hér að framan í löngumáli hvað málið fjallar og þeir sem eru samþykk að hafna þessu og að staðfesta ákvörðun skipulagsnefndar vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins, það er Eyrarvegur 40 og það er hér deiliskipulagsmál að ræða. Tillagan er einnig frá 49. fundi skipulagsnefndar frá 20. ágúst síðastliðinn og það er liður 8. Tillaga að deiliskipulagi lögð fram að lokinni auglýsingu. Larsen Hönnun fyrir hönd lóðarhafa leggur fram tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðir á lóðinni Eyrarvegur 40 á Selfossi. Lóðin er 2605 fermetrar að stærð, er skilgreind í aðalskipulagi Árborgar 20-36 sem miðsvæði M6. Gert er ráð fyrir 3, 4 og 5 hæða stölluðu 3, 4 og 5 hæða stölluðu fjölbýlishúsi á lóð með íbúðum á öllum hæðum og ofan jarðar. Heimildir fyrir kjallara, til dæmis fyrir bílastæði, geymslur eða önnur stoðrými. Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem lóðablöð skilmála þessir byggingareglugerð og aðra reglugerðir segja til um. Útlit byggingar skal brjóta upp í formi efnis og litavalli. Einstaka byggingarhlutar eins og þakkantur, svalir, skyggni mega standa utan byggingareits ásamt sorpskýlum, djúpgámum, hjóla og vagnageymslum. Samtals er gert ráð fyrir alltaf 34 íbúðum á lóðinni. Tillagan var auglýst í dagskráni og lögbirtingablaði frá 3. apríl síðastliðinn með athugasemdafresti til 20. maí síðastliðinn. Tillagan var einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar og á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Vegagerðinni og Brunavörnum Árnessýslu. Þá barst athugasemd frá Þorkili Jóhanni Sigurðssyni, eiganda Löngumýrar 54, þar sem lýst er yfir áhyggjum af áhrifum skuggavarps af 5 hæða húsi inn á lóð hans. Vegagerðin bendir á að fjöldi tenginga inn á lóðir við Eyraveg séu ekki heppilegar og leggur til að aðkoma verði frá Fossvegi. Embætti skipulagsfulltrúa hefur fundað með fulltrúum Vegagerðarinnar lausnir varðar fjölda vegtenginga við Eyraveg og hugsanlegra aðgerða vegna mögulegra umferðartaf og aukinna slysahættu eins og tiltekið er í umsögn Vegagerðarinnar. Niðurstöðum úr þeim samtölum er sú að farið verði í heildarendurskoðun og aðkomum inn á lóðir við Eyraveg með tilliti til umferðaröryggis og flæðis.
Verði það gert í formi umferðarskipulags milli Múla og Hagatorgs. Að mati nefndarinnar nánari skoðun á umferðarmálum svæðisins einnig nauðsynleg í tengslum við hugsanlega uppbyggingu og þróunarsvæði M7 sunnan Eiravegar. Mælist nefndin til að samráð verði haft til framtíðar við vegagerðina nánari útfærslu og umferðarmálum við Austurveg og Eiraveg í tengslu við áætlanir sem sveitarfélagið hefur unnið að undanfarin ár. Innan tillögunar lögð fram skuggavarpsgreining sem tekur til áhrifa uppbyggingarinnar á aðliggjandi lóðir miðað við sólarstöðu 21. júní, 23. september og 1. apríl klukkan 11. Samkvæmt stefnumörkun aðalskipulags Árborgar gert ráð fyrir að byggingar næsta Eiravegi geti verið allt að 6 hæðir. Að mati nefndarinnar því stefnumörkun framlagðs deiliskipulags í takt við heimildir aðalskipulags varðar fjölda hæða þar sem gert ráð fyrir uppbroti í fjölda hæða innan lóðarinnar þar sem gert ráð fyrir 3 hæðum næst Eiravegi og alltaf 5 hæðum næst Fossvegi. Mælist nefndin til þess við bæjarstjórn Árborgar að tillagan verði samþykkt eftir auglýsingu og þeim sem athugasemdir gerðu við tillöguna verði kynnt niðurstaða sveitarfélagsins. Og þá opna ég fyrir mælendaskrá og þá Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi við D-lista biðja orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilnefnendur. Já, þetta erum við að ræða staka lóð Eiravegur 40 og höfum nú verið með aðrar lóðir til umfjöllunar hér í þessari sömu götu og einmitt tengingarnar inn á Eiravegin sem margt má gagnrýna og horfa í baksýnisspegilinn og segja ýmislegt þegar betur má fara í gegnum tíðina en samtalið einmitt gott með þarna vegagerðinni og við erum öll sammála það að það þarf að fara í heildarendurskoðun á þessari götu og það hangir líka mikið með þessi möguleika sem á þróunarsvæði M7 sem þarna sunnan Eiravegar og svo kölluðum setreit sem hefur nú svona verið í daglegu tali. En þarna það voru skoðaðir margir möguleikar í þessu, einmitt hvort það væri hægt að fara inn að Fossvegi og talað að horfa aftur í tíman að þá sáum við kannski aðeins eftir í dag að þegar var verið að vinna deiliskipulag fyrir 34 sem eru sömu línu og þá hefði verið kjörið tækifæri til þess að efla þessa tengingu Fossvegs megin en ekki Eiravegs megin en það fór í rauninni hinum megin, hinsegin og í rauninni ekki verið að fjölga þá tengingum heldur verið að nota sameiginlegu fyrir Eiraveg 38 og 40 eins og var gert ráð fyrir á sínum tíma. Þannig að held að sé bara mjög gott. Það eru áframhaldandi vinna í rauninni bæði með vegagerðinni og lóðar höfum að klára framtíðarskipulag fyrir þetta svæði. En þarna komum við umsagnir og athugasemdir og við þurfum að bókun bæjarstjórn þar svona að gera þær að okkar. Þannig ég ætla að fá að lesa upp svona tillögu að bókun. Bæjarstjórn Árborgar hefur farið yfir umsagnir og athugasemdir og sammála viðbrögðum skipulagsnefndar. Farið verði heildarendurskoðun og aðkomu inn á lóðir við Eiraveg með tilliti til umferðaröryggis og flæðis. Verði það gert í formi umferðarskipulags á milli Múla og Hagatorgs. Bæjarstjórn tekur undir með skipulagsnefnd að farið verði nánari skoðun á umferðarmálum svæðis í tengslu við hugsanlega uppbygging og þróunarsvæði M7 sunnan Eiravegar, sem mjög mikilvægt telji. Innan tillögunar lögð fram skuggavarpsgreining sem tekur til áhrifa uppbyggingarinnar aðliggjandi lóðir með sólarstöðu 21. júní, 23. september og 1. apríl klukkan 11. Samkvæmt stefnumörkun aðalskipulags Árborgar gert ráð fyrir að byggingar næst Eiravegi geti verið alltaf 6 hæðir. Þannig að mati bæjarstjórnar því stefnumörkun framlags deiliskipulags í takti við heimildir aðalskipulags varða fjölda hæða þar sem uppbrot í fjölda hæða innan lóðarinnar en gert ráð fyrir 3 hæðum næst Eiravegi og alltaf 5 hæðum næst Fossvegi. Það því lagt til við bæjarstjórn samþykki tillögur á deiliskipulagi fyrir íbúðar á lóðinni Eiraveg 40 og Selfossi en jafnframt feli bæjarstjórn skipulagsfulltrúa að kynna þeim sem gerðu athugasemdir við tillögunum niðurstöðu sveitarfélagsins. Lagt til að þetta verði samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðum orðið. Forseti, já, þetta við höfum svo sem búin að ræða þetta áður varðandi aðkomuna og þennan svona
hvað skal segja, þetta álag sem er orðið og verður alltaf meira og meira á Eyraveginum. Það er til dæmis smá vonbrigði eins og þarna í Netto, þetta er orðið nettkás í Netto, að það skuli ekki til dæmis vera bara, það er ekki bannað að fara inn í sem sagt, það má fara inn báðum megin, það til dæmis finnst mér vera klúður. Og það er búið að vera alveg kaos á bílastæðinu nú þegar einhverjur eru að koma inn og aðrar að fara út og fólk að bakka út og annað lauslegt. En já, það þyrfti bara að vera skilti. En það er svo sem í þessu, þá er auðvitað ekki verið að bæta við stút. Það er verið að nota þarna stút sem er þegar fyrir hendi, sem er auðvitað gott. Og það er jákvætt líka að það skuli vera búið að svona handsala það við Vegagerðina að verði farið í heildarendurskoðun á skipulaginu þarna til framtíðar. Þetta er náttúrulega eins og með margt annað að þetta hlutinni þróast og breytast og við erum náttúrulega höfum stækkað gríðarlega síðan menn byrjuðu fyrst að gera stúta út á Eyraveginn og fjölga fyrirtækjum og íbúum og allt gott með það. En ég svona sé það fyrir mér að það gæti orðið þrautin þyngri þegar á að fara að taka einhverja stúta af fólki og þegar að menn koma með eignir sem að hafa rýrt verðgildi sitt af því að það er ekki lengur hægt að keyra inn þar sem þú keyrðir áður inn og það er svo erfitt að komast að og allt þetta. Þannig að það er eins gott að hafa góðan tíma fyrir sér og kynna þetta vel fyrir öllum hlutaðeigandi snemma í ferlinu. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið eins og að snúa olíuskipi að fara að breyta svona hlutum. Takk. Takk fyrir þetta. Arna Ýr, eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessa tillögu. Þeir sem eru henni samþykk, vinsælast ekki merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. máli á dagskrá þessa 61. fundar bæjarstjórnar Árborgar. Hinn 1. að hausti 2025 eftir sumarfrí. Það er umboð til skipulagsfulltrúa, umboð fyrir skipulagsfulltrúa til áritunar og lóðalegu samningum. Lagt er til að bæjarstjórn veiti skipulagsfulltrúa umboð til undirritunar lóðalegu samninga fyrir lóðir í eigu sveitarfélagsins, svo og öll önnur nauðsynleg skjöl, svo sem lóðablöð er fylgja lóðalegu samningum. Ég opna fyrir mælendaskrá þetta mál, einhverju sem vilja tjá sig þetta umboð sem hér er kynnt til leiks. Ef svo er ekki, að þá greiðum við það atkvæði þeir sem eru samþykk að veita skipulagsfulltrúa þetta umboð til áritunar lóðalegu samninga. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. máli og það er kosning í embætti og nefndir 2022-2026. Lagt er til að nýr varamaður fyrir D-lista komi inn á aðalfund SAS og HSL og hún verði Ester Ýr Óskarsdóttir. Það eru fleiri tillögur. Einhver sem við tjá sig þessa tillögu. Ef svo er ekki, þá berum við hana upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykka Ester Ýr Óskarsdóttir komið þarna inn sem nýr varamaður, minnst þetta gefur merk. Samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerðir til kynningar og það er 8. mál á dagskrá þessa fundar bæjarráð 134. fundur haldinn 19. júní síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 9. mál á dagskrá fundarins. Það er bæjarráð 135. fundur haldinn 27. júní síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 10. mál á dagskrá fundarins. Það er bæjarráð 137. fundur haldinn 10. júlí síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 11. mál á dagskránni. Bæjarráð 137. fundur haldinn 24. júlí síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig
innihaldið og fundargerð þess fundar. Ef svo ekki, þá förum við í 12. mál á dagskrá, það er bæjarráð 138. fundur, haldinn 14. ágúst síðasti. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð. Svo ekki, þá förum við í 13. mál á dagskráni, það er skipulagsnefnd 49. fundur, haldinn 20. ágúst síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð, hún var nú mikið til umræðu hér áðan. Ef svo ekki, þá förum við í 14. mál á dagskrá, það er bæjarráð 139. fundur, haldinn 28. ágúst síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur, bara svona rétt til upplýsingar, þar sem þetta er nú svona nýjasta fundargerð bæjarráðs og aðra sem fór í gang í gegnum sumarið í sumarleyfi bæjarstjórnar. Máli, svona kannski 3 mál sem maður vill bara vekja athygli á. Máli nr. 1, þar lögðum við fram í rauninni 6 mánaða árstöðuuppgjör sveitarfélagsins sem er virkilega ánægjulegt að sé yfir áætlun og tæpum 600 milljónir með áætlun yfir þegar tekið saman A og B hluta. En og að rekstrargjöld sem er ánægjulegt að séu svona nokkurn veginn á parið, þannig að auðvitað er heilmikil tekjuaukning sem kemur þarna inn og það skýrir að mestu þessar aukningu í uppgjörinu. Það eru tekjuaukningar og hluta því er í rauninni bæði endurgreiðsla frá skattinum sem er uppgjör sem kemur og það er fyrir árið 2024. Þannig að það skiptir sér í þrennt í rauninni að það er bæði umfram íbúafjölgun sem varða árinu 2024 umfram áætlanir, rúmu prósenti meira en í rauninni allar áætlanir gerðu ráð fyrir. Bara launahækkanir almennt sem voru á landinu og gerðist árið 2024 og síðan í rauninni álagið á útsvarið sem við vorum með 2024. Það er að koma til endurgreiðslu sem er að koma hærri upphæð frá skattinum heldur við gerum ráð fyrir. Einnig er hækkun bara í útsvarinu almennt á árinu 2025 sem er að skila sér bæði í íbúafjölgun og hækkun bara launa á svæðinu sem skila sér auðvitað að hluta til í útsvarinu. Þannig að niðurstaðan er jákvæð, þó að hlutin sé ennþá og eiginfjárstaðan ennþá í mínus sem er bara verkefnið okkar áfram og þetta er innlegg inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. En fögnum sannarlega að staðan sé orðin þetta góð. Einnig vil ég benda bara á og það munu koma auglýsingar þetta núna á næstu dögum. Það er í rauninni að koma til úthlutunar parhúsalóðir í Móstekk, 5 parhúsalóðir og síðan 21 einbýlishúsalóð og við endurauglýsum nokkrar úr fyrri hluta. Þannig að það er upplýsingar það bæði undir fundargerðinni og svo koma auglýsingar á næstu dögum fyrir þessar lóðir sem er bara virkilega jákvætt. Og kannski bara svona til nánar upplýsingar þá samþykkti bæjarráð aftur að halda áfram í gjaldfrjálsar skólamáltíðir í takti við í rauninni ákvæði sem tengdust kjarasamningunum í fyrra og framlagi sem kemur á jöfnunarsjóði sem er bara jákvætt. Það hefur gengið vel og við höldum þessu áfram. Að öðru leyti er ekki meira frá mér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Takk fyrir þetta. Ég ætla að taka undir sem Bragi var að fara yfir hérna og sérstaka athygli á gjaldfrjálsum skólamáltíðum og þetta er í takt við að sveitarfélag Árborg er heilsueflandi samfélag. Þannig að þessu ber að mörgu leyti að fagna og svo þarf bara að taka fyrir í vetur einmitt hvernig áhrifin af því að ríkið er komið í þetta með okkur hefur ágæði og úrval í skólum. Ég fagna þessu mjög. Takk fyrir þetta, Axel. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Auðvitað er það fagnaðarefni að við séum með rekstur sem er svona farin að hneigjast að jöfnuði og aðhlutin er svona farin að sýna skýrmerki bata. Það er eitt sem að svona hefur
svona haft svolítið áhrif á mig þegar ég að lesa bara þennan einstaka tekjuliðin hérna útsvar og fasteignaskattar. En í ársreikningi 24 með viðbótar útsvari voru heildartekjur tæpir 12 milljónar. Og það með útsvari, auka útsvari sem að var innheimt og verið að innheimta núna af öllum af öllum íbúum sveitarfélagsins. Og við erum komin í rétt tæpan 6,5 milljarð í skatttekjur á þessum fyrstu 6 mánuðum ársins. Og það í rauninni auðvitað hægt að vera vitur eftir á og benda á þetta, en við gerum það enga síður þegar það var ákvörðun tekin að leggja auka útsvar á íbúana, að það mætti í rauninni alveg taka lengri tíma í að ná jöfnuði í sveitarfélaginu, þar sem að þetta er kannski ekki fyrirtækjarekstur, þetta er rekstur sveitafélag sem er allt annars eðliseldur en fyrirtækjarekstur, og svo formið á skjölum eða ársreikningum sé það sama. En hérna erum við í rauninni komin með rök fyrir því af hverju þetta var óþarft í rauninni, vegna þess að jöfnuðurinn er að nást á þessu ári og við vorum vissulega með talsverðar tekjur í fyrra og það með þessu auka útsvari, en þetta er að fara fram úr því án auka útsvars. Og þetta er bara mjög umhugsunarvert, og ástæðan fyrir þessum auknu skatttekjum í ár án auka útsvars er vegna þess að, eins og við bentum á hér í hitt í fyrra, að hér eru við að njóta þess að það var komið fleiri íbúar inn í sveitarfélagið, og það er 1% stig umfram, ekki 1%, sem að aukningin varð umfram okkar áætlanir, og við eiginlega þurfum eiginlega að draga eitthvað lærdóm að þessu, og sömuleiðis er hægt að beina þessu alveg sérstaklega til þessara ágætu nefndarinnar úr innviðaráðuneyti, að hér var gengið fram með alveg ótrúlegum hætti, og við í rauninni gerðum miklar athugasemdir við það hvernig nefndin góða, ég ásaki mig, ég er bara rétt að jafnum á veikindum, þannig að það er smá heilaáþokka gangi, en ég man ekki hvað nefndin heitir akkurat núna, eftirlitsnefndin, að það er hægt að beina þessu til hennar að þetta var í rauninu of bratt. Það er eiginlega bara sannast núna. Og við erum að fá það er launaskrið vissulega í gangi í samfélaginu, og þetta hefur verið talsvert mikil verðbólga sem hefur nagað það niður aftur tilbaka í ráðstöfunartekjunum. En engu að síður þá eru þessar tölur eiginlega styðja við það að segja þessu svo að þessi viðbótar skattlagningi á síðasta ári var í rauninni óþörf. Svo var annað sem að kemur fram, og það er afskaplega erfitt að fjalla skatttekjurnar, sérstaklega í ár og í fyrra, vegna þess að við fáum ekki nákvæma upphæð. Hver var raunverulega innheimt upphæð af viðbótar skattinum sem var lagðist á íbúa sveitarfélagsins? Við heyrum tölur upphaflega var gert ráð fyrir 700 milljónum sem að þetta auka útsvar átt að vera, svo var það sett í 900 og svo var það komið í 1200, og síðan er verið að gera upp á þessu ári einhverja upphæð sem er mjög óskilgreind og enginn getur fest niður, og láta okkur vita bæjarfulltrúana hver áhrifin af þessari viðbóta skattlagningu var. Og hvernig í ósköpunum eigum við þá að draga lærdóm á því að við getum ekki einu sinni fengið útreikning á þessari tölu? Þetta er í rauninni, og ég er ekki að endilega benda á meirihlutann í þessu eða inn í embættismenn bæjarins, en þetta er samt alveg með ólíkindum að skatturinn geti ekki tekið saman þessa tölu og lagt hana fram við okkur.
En hvort sem að þetta var sko 1200 eða 1500 milljónir, það væri bara gott að ef að bæjarstjóri getur kannski gert aðeins betur grein fyrir þessari tölu, hver hún var raunverulega, en ef að hún er einhvers staðar nálægt 1500 milljónum, að þá erum við að tala um sko tvöföldun á þeirri útsvarsgreiðslu sem upphaflega var lagt út með. Og þó það sé sko 1200 eða 1300 milljónir, þá var það samt sem að nærri lagi að vera tvöföldun. Þannig að ég á erfitt með að draga eitthvað lærdóm á þessu annað en sá þann að við í rauninni verðum að fara gríðarlega varlega þegar við erum að breyta sköttum hér inn í sveitarfélaginu og bendu þetta á og ég mynda með það að það sé komið lag að fara að lækka skatta aftur og álögur á íbúa sveitarfélagsins og það nú að dregur nær kostningum í sífellu og ég hef nú ekki nokkra trú á öðrun að menn svona leggji það upp að þeir vilja lækka skattana á ný og fara með það inn í kostningabaráttunum. En engu að síður þá er þetta er mjög umhugsunarvert allt saman, öll skattlagningin og hvert við erum komin og ég segi það að ef við erum að fara að hnika til í skatttekjum sveitarfélagsins að gerum það auðvitað bara af mikilli varúð og af ábyrgð og þessi framganga eftirlitsnefndarinnar var í rauninni mjög hörð og óþörf á margan hátt og ég held að komandi bæjarstjórnir sem að lenda í þeirri stöðu að funda með þessar ágætu nefnd, þau deilir svolítið í með tveimur eins og kannski má segja sem svo að við getum gert með þessar álögur sem voru lögðar á. Takk. Takk fyrir þetta. Arnar Freyr, þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-list, þá skættir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúi ára tilhendur. Já, gott er bara svona til þess að sé skýrt einmitt þetta 1% eða rúmlega prósentustig sem hækkaði, það var árið sem sagt 2024, þannig að það hefur árið sem er að koma inn í eftir á árið 2025 er á áætlun hjá okkur, svona miðað við þarna íbúafjölgun. En aftur á móti hefur launaskrið þessa ás ítt okkur hærra og það eru fleiri eignir að koma inn í skattstopp, getur við sagt sveitarfélagsins, þannig að við erum að fá meira inn í fasteignaskatt umfram áætlun af því að þeim er að fjölga hraðar inn. Þannig að þetta hefur áhrif á þessar eftir á greiðslu sem var þess vegna mjög erfitt áætla vegna þess að það var alltaf gert ráð fyrir 840 milljónum álagi myndi skila okkur því í heildina. En skatturinn reiknar náttúrulega út frá ákveðnu meðaltali yfir árið, þannig að við vorum að fá greiðslur út frá ákveðnu meðaltali fyrir 2024 sem urðu í rauninni hærri, meðal annars vegna álags, hækkun launa og í rauninni fjölgunar íbúa, en það hefur einnig þá veruleg áhrif á eftir á uppgjörið sem er í rauninni loka uppgjörið og það var þar alveg mjög erfitt að áætla hvað og við erum auðvitað að áætla tekjurnar varlega en þarna erum við að fá í rauninni meira. En við ítreka það að svo ákvörðun sem við vorum að taka hérna haustið 2023 að leggja álag á útsvar, hún var því miður nauðsynleg. Þannig að sveitarfélagið þurfti að fá tekjur til þess að geta staðið undir sínum skuldbindingum og þeirri þjónustu sem við erum að veita og viljum veita. En það er mjög jákvætt að sú aðgerð ásamt öllum hagræðingum og einnig góðum niðurstöðum útboða þar sem við höfum verið að selja byggingarétt meðal annars að það sé að skila okkur þessari enn betri niðurstöðu. Það er jákvætt og það leggur þann grunn að við séum að við erum komin út úr skaflinum, við þurfum áfram með þetta að sinna reksturum með ábyrgð en það getur veitt okkur það að við getum bætt þjónustu þar sem við vitum að hana skortir og við höfum þurft að halda í okkur þessum árum og einmitt lækka álögur þar sem það er hægt og eins og við höfum nú sagt þetta í pontu fleiri neitt að ég held að fasteignagjöldin séu það nú efst á blaði en þetta skapar þann grunn að við getum lækkað álögur á íbúa aftur sem er virkilega jákvætt og vonandi bætt þjónustuna enn frekar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Þá er Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og skættir að fá að taka til máls.
Já, takk fyrir herra Pósti. Við erum að ræða hér ársluta reikning Árborgar fyrir fyrstu 6 mánuði ársins. Og ég verð náttúrulega byrja því að ítreka þá afstöðu mína til viðbótar álagsins sem var lagt hér á haustið 2023 að ég hef alla tíð haldið því fram og mun ekki fara ofan á því að það var óþarfi og þessi við Bragi Bjarnason bæjarstjóri og vantanlega flestir fulltrúar meirihlutans verðum bara að vera ósammála um það. Þessi árshlutareikningur eins og Arnar Frey bæjarfulltrúi benti réttilega á er akkurat táknmynd þess og það sem við vorum að reyna að segja á sínum tíma. Það tekur tíma að komast út úr þessu. Tekjurnar munu vaxa bæði með fjölgun íbúa og launaskriði einmitt. Ég hætti alltaf að ég var líka með heila þúku. Það er bara þannig og við sjáum það hér. Annað sem að ég hef kannski mér hefur þótt aðeins athyglisvert núna undanfarna daga er að bæjarstjórinn okkar Bragi Bjarnason hefur komið í fjölmiðlum og lýst því yfir að sveitarfélagið Árborg sé á hraðri uppbyggð og reksturinn sé bara taka miklu stakkaskiptum til hins betra og þetta sé allt á réttri leið og endanlega bara allt þeim að þakka sem að sitja hér í meirihluta. En þegar maður horfir á rekstrarreikningin og ef við tek til dæmis bara A-hlutann þá sést það nú bara svart á hvítu að tekjurnar hafa hækkað næstu því 800 milljónir. Það er 800 milljónir meira í tekjur á fyrstu 6 mánuðum er gert ráð fyrir áætlun. Þetta er næstu 1 milljarður. Á sama tíma eru rekstrargjöldin 300 milljón krónum hærri. Þannig að þessi viðsnúningur, hann er fyrst og síðast komið til vegna þess að tekjur hafa aukist gríðarlega á þessum tíma. Það liggur að maður getur sagt og þetta er gert svo enginn hefði gert neitt. Þeim er auðvitað ekki þannig. En við skulum alveg hafa það í huga að stærsti hlutin eflaust af þessum viðsnúningi er tilkomin vegna gríðarlegra tekjuaukningar sem er vissulega ánægjuleg og ég fagna því mjög. Ekki misskilja mig, maður vill auðvitað að sjálfsögðu sjá rekstur sveitarfélagsins í góðu jafnvægi þannig að íbúarnir njóti góðs af og við getum hér bara að lækka gjöld og álögur og nálgast aftur þau sveitarfélög sem við miðum okkur við þegar það kemur að skattheimtu. Núna erum við náttúrulega bara ekki á góðum stað og það er að hluta til vegna þess að við fórum offari í skattheimtu. Það verður bara viðurkennast. Alveg sama ég gerir mér alveg grein fyrir því að fólk var að taka ákvörðun út frá einhverjum gögnum, einhverjum hugmyndum, einhverjum skoðunum sem það hafði en það reyndist bara að vera, eins og stundum er sagt, farið offari. En það er fjárhagsáætlun að vinna framöndan og við getum vonandi hjálpast að lækka álögur í ljósi þessa auknu tekna og vonandi gert samfélagið okkar betra í kjölfarið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín. Þá eru Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista beðið orðið. Við erum hér að ræða 6 mánaða uppgjör sem var kynnt í síðustu viku og við auðvitað fögnum við því öll að afkoman er betri heldur en áætlanir gerir ráð fyrir eins og komið fram hjá þeim sem hafa komið hér upp á undan mér og það er svo sem eins og hjá öðrum sveitarfélögum í landinu, það er svona afkoman er betri
efnahagsumhverfi svona að snúa til í betri vegar eða sem sagt, já, umhverfið okkar hérna og við auðvitað hreyfumst með því. Eins og kom fram hérna í máli þeirra sem komu upp á undan mér þá er þetta fyrst og fremst þessi tekjuaukning sem að ræðir sem að gerir það verkum að afkoman er betri og en aftur á móti er sem sagt rekstrargjöldin, þau eru svona ívið hærri en svona nokkurn veginn kannski á pari ef við getum sagt sem svo. En það sem er náttúrulega alveg ofboðslega áhugavert í þessu er að við erum að fá fyrir þetta ár 700 milljónir í skatttekjur sem að féllu til á síðasta ári. Það er nú ekki verið að taka inn nema 350 milljónir af þeim 700 inn í árshlutauppgjöri núna en það segir sitt þetta auðvitað, já, eins og kom hérna fram áðan, þetta er þrennt, þetta er álagið útsvarið sem að við vitum ekki hver hátt hlutfall af þessum 700 milljónum álagið útsvarið er. Svo er þetta launahækkanir sem hafa orðið og svo íbúafjölgun og það er auðvitað alltaf þessi spurning áætlanagerðina. Erum við að gera hana rétt? Að sem sagt, við eigum náttúrulega að geta áætlað þetta nokkuð svona, hvað skal segja, nokkuð nákvæmt en við erum samt þarna alveg 1% undir því sem að raunin varð. En það er þannig að þetta eru gríðarlega miklu peningar að fá 700 milljónir aukalega inn í reksturinn eða inn í rekstur sveitarfélagsins sem að vegna síðasta liðins árs og bæjarstjóri Bragi, hann fullyrti áðan að það væri óumdeilanlegt að við hefðum þurft að fara út í þetta álag á útsvari. Það er bara ekki rétt hjá honum. Það er bara ekki rétt og þetta munum við deila og við erum ekki sammála þetta. Eins og bæjarfulltrúi Sigurjón sagði áðan, það er sannarlega umdeilanlegt. Það er sannarlega umdeilanlegt og það sýn okkur bæði núna þetta árshlutauppgjör, þessar fréttir frá skattinum að við eigum innihöfum 700 milljónir frá síðasta ári og síðan niðurstaða ársreiknings árið 2024 sem var auðvitað hátt yfir því sem að gert var ráð fyrir í öllum bókum. Þannig að það er sannarlega umdeilanlegt hvort að við hefðum þurft að skattpína íbúa eins og raunin var. Ekki meiri bili, takk. Takk fyrir þetta, Arna Ír. Þá var Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, af því að bæjarfulltrúi Sigurjón kom aðeins inn á það að bæjarstjóri fari í raunin og kynni þetta uppgjör í hvívetna og tala að það sé jákvæð niðurstaða af rekstri sveitarfélagsins. Þá hef ég kannski minni á fyrri orð mín það hvernig er rætt í rauninni fjárhag sveitarfélagsins og það er vissulega ábyrgðar hluti að ræða fjármál sveitarfélagsins og ég rauninni get ekki annað en í rauninni bara hvatt bæjarfulltrúan til þess að halda þessu lofti. Ég væri í rauninni að tala þvert á orð mín ef ég myndi vera fárasti við því að það sé verið að halda á lofti á getri stöðu efnahags og reksturs. Og það er eitthvað sem að vissulega er gott og ég hef sagt það hér áður að auðvitað á sveitarfélagið Árborg að vera til fyrirmyndar fyrir önnur sveitarfélög og sérstaklega á svæðinu ef að það kemur til þess að það verða í rauninni sameiningar áform bara að koma aftur upp á borðið, að þá þurfum við að vera í stakk búin til þess að taka við öðrum sveitarfélögum og við megum ekki vera með verri rekstur heldur en þau vegna þess að þá í rauninni verður ekki þessi framþróun í rekstur sveitarfélagi umhverfis okkur.
Þannig að ég í rauninni kannski þó svo að það sé nú þannig að menn eignir sér auðvitað heiðurinn og það er í sjálfu sér eitthvað sem var svona bara viðbúið en ég hvet í rauninni alla til að tala vel um sveitarfélagið okkar og hampa því sem að fara vel og það er sjálfsagt mál þó svo að menn séu ekki algjörlega sammála alla hluti en orðspor sveitarfélagsins undir og ef að við ætlum að í rauninni hafa aðgang að lánsfé til framtíðar þá verður lánveitendur að hafa trú og traust á rekstur sveitarfélagsins að hann sé sjálfbær og jafnvel til fyrirmyndar. Þannig að ég vildi bara svona í rauninni heimsækja þessi orð mín aftur og hvetja alla til dáða þetta en fara bara fram af sanngirni og reyna að halda gífuryrðum í lágmarki og vera bara trúverðug og traust og sýna fram á það að við ráðum vel við verkefni að reka sveitarfélagið okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, þá var Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista óska eftir að fá að taka til máls. Við erum hérna á 61. fund og erum að ræða 139. fund bæjarráðs Árborgar. Já. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, mál númer 1 sem var afslutauppgjör sveitarfélagsins mána og sem eðli málsins samkvæmt teygir okkur yfir undanfarin ár í ljósi þeirra stöðu sem við hefur verið í og kannski bara svona til að árétta réttar upplýsingar að það er ekki að það var gert ráð fyrir í áætlun þessa árs. Það kemur alltaf til einhver eftirágreiðsla frá skattinum á hverju ári sem er gert ráð fyrir í áætlun og þessu ári var gert ráð fyrir 300 milljónum sem getur verið að koma í eftirágreiðslu sem frekar há tala með við svona meðalár og einmitt meðal annars vegna álagsins en sú tala líklega að enda í kringum 700 milljónir. Þannig að það er aukning þarna sem 400 milljónir sem skýrist af þessum þáttu sem við höfum búin að ræða undan. Ég þarf ekki að vera að endurtaka þá. En það er ekkert sjálfsagt að reksturinn sé á góðri leið. Og það ef sagt þetta það er ótrúlegt að bæjarfulltrúar komi hér upp og tali bara auknar tekjur í þessu formi en gerir lítið úr þeim hagræðingaraðgerðum sem hefur verið farið hérna í á undanförnum árum. Þetta er það sem skila grunn árangrinum og það telur í meira en milljarði þegar allt telur yfir árið, bara rekstrar þættirnir. Jú, afslutuuppgjöri sýnir að við erum aðeins yfir í launum, við samþykktum risastóran kjarasamningapakka hérna í vor sem hefur áhrif þar á, þá einnig eftir að útdeila sem fer á milli liða úr veikindapotti, því miður hafa veikindi verið mikil á þessu ári og rekstrar gjöld annar rekstrakostnaðar. Það sem við bara þakka forstöðumönnum fyrir vel unnin störf er algjörlega innan þess svigrúm sem getur talið með við hálsás og ég hef fulla trú að það endi vel út árið. Það er árangurinn sem við viljum sjá áfram og þetta telur þegar við förum að horfa nokkur ár aftur í tíma því þarna hefur kostnaðurinn lækkað. Og til að mynda, það er þetta í einhverju samhengi því stærsti kostnaður sveitarfélaga er launakostnaður. Þá erum við ennþá undir í dag þegar fjölda stöðugilda sem voru hérna árið 2022 og upp á árs 2023. Þrátt fyrir að vera búin að fjölga leikskóladeildum og á stekkjarskóli bætist við einn árgangur hverju ári. Við erum enn undir þessum fjölda í stöðugildum og þetta var ekki auðvelt. Að þurfa að segja upp fólki eða segja forstöðumönnum nei, við getum ekki ráðið þetta starf að finna aðrar lausnir sem menn hafa gert frábærlega á þessum árum. Og nú skiptir máli að stíga skynsamleg skref fram hvar vantar nauðsynlega, hvar forgangsröðum við því að það á sömu stöðum virkilega mikil pressa á starfsfólkinu okkar og það þarf þá mögulega að bæta við. En þetta er árangurinn þetta er grunnurinn árangurinn. Aukning tekna er mikilvæg þáttur, já, en ég stend fyllilega við það á þessum tímapunkti í ljósi stöðunar þá urðum við að grípa til allra þeirra aðgerða sem farið var í og eru búin að vera í á undanförnum árum. Meðal annars álag og útsvar. Og bara alltaf hafa það á hreinu og ég held við höfum sagt að margoft hérna á að tala. Þetta er búið að vera samvinnuverkefni, kjörinna fulltrúa, starfsmanna og íbúa. Við höfum ekki alltaf verið sammála allar aðgerðir en við erum sammála í grunninn að við viljum ná rekstrinum í lag. Og það hefur tekist
og nú þurfum við bara að halda áfram og stíga rétt skref áfram. Því að það er mjög ánægilegt að staðan sé orðin þannig að við getum farið að leyfa okkur að hugsa okkur hvar vantar, hvar viljum við forgangsraða og bæta aðeins í, en við þurfum alltaf að hugsa það og halda þessari möntru gangandi og aftur vil ég þakka starfsfólkinu okkar að halda aðhaldi líka okkur í pólitíkinni. Við þurfum að huga að rekstrinum, við segjum ekki já við öllu, við forgangsröðum og þá höldum við stöðunni góðri til framtíðar. Það er jákvætt fyrir okkur öll. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-list, þá skautur að fá að taka til máls. Forseti, já, bara aðeins varandi það sem Bragi fór yfir rétt áðan, að varandi fjölda starfsmanna þá vil ég halda þið til haga að og án þess þó að sjálfsögðu það var farið í uppsagnir og það eru auðvitað alltaf mjög sárar og erfiðar aðgerðir og varðandi það að við höfum ekki enn náð þeim starfsmannafjölda sem var þegar það var gert, að þá verð ég að benda á, við verðum að muna því að það fækkaði hér ofsalega marga starfsmenn þegar Árbæ var útvistað, þá var það hátt í 40 starfsmenn, það var lögð niður tölvudeild sem þar voru starfsmenn, það voru gerðar hagræðingar og breytingar í sambandi við það voru samræming varðandi störf í bókasafni og afgreiðslu, en að það búið að gera ýmislegt og þetta var gert og á þessu var byrjað fyrir svolítið síðan af þessu, þannig að það er auðvitað búið að gera ýmsar breytingar, en að sjálfsögðu ég tek undir það að það var allir lagst á eitt við að einbeita sér að því að gera reksturinn skilvirkari og það er bara verkefni á hverjum einasta degi að við séum að skoða hluti og hvernig er hægt að vinna hlutina betur og strömlínulaga hluti betur og annað þvílíkt, og ég meina það var líka fækkað fólki á eign- og veitu sviði og ég meina það þýðir kannski mögulega við séum að kaupa meiri þjónustu utan úr bæ og það er ýmislegt sem að hefur verið gerð breyting á, en almennt hafa forstöðumenn og starfsmenn náttúrulega staðið sig gríðarlega vel í þessu verkefni, þannig að ég ætla ekki það er enginn að draga fjöður yfir það hér, en mér langaði til þess að nefna það því það var líka í fundagerðinni varðandi gjaldfrjálsu skólamáltíðirnar, af því að í varabæjarfulltrúi Axel kom inn á það áðan og þetta auðvitað sem sagt það var fyrsta skipti síðasta vetur þar sem að þar sem að skólamáltíðir voru gjaldfrjálsar segi ég, og ef að bæjarfulltrúi Axel vill kynna sér að þá kom út stór og mikil skýrsla sem að stjórnarráði er hægt að finna inn á stjórnarráðinu ávinning af gjaldfrjálsum skólamáltíðum og þetta er flott og nákvæm skýrsla þar sem að er sagt frá að hafa farið í spurningakönnun til að meta reynsluna af þessum skólamáltíðum og tala við stjórnendur skóla og fulltrúa frá sveitarfélögum og fyrir foreldra og það kom í ljós að það var 81% landsmanna eða þessara sem voru spurðir voru mjög ánægð með verkefnið og þannig að það er nú þegar búið að taka þetta út. Það var innviðaráðherra sem skipaði hóp sem að mat þetta verkefni og það hefur komið gríðarlega vel út, þannig að það er auðvitað bara ánægilegt, niðurstöðurnar eru mjög ánægilegar og gefa auðvitað ekki til annars en að halda áfram á sömu braut, þannig að mér langaði bara að minnast á það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Arna Ýr, og þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista og skautur að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilnefndur, ég bara örstutt til þess að halda, þegar við erum að tala stöðugildin og hvað er munurinn með stöðun í dag frá upphafi árs 23 eða loka árs 22 eftir hvernig eða svona haustið 22 eru rétt tæplega 50 stöðugildi. Það færðust 40 yfir þegar leikskólinn fer, þá hlutdeildin jú, þetta voru 3 stöðugildi. Þannig að bara svona til að halda í haga að við erum samt undir þessu.
en síðan bara alltaf guttir, það sem bæjarfulltrúi Árna lýsir einmitt, þetta eru þær aðgerðir sem við þurftum að fara í og þetta var alls ekki auðvelt, ég held að enginn geti tekið til það er aldrei auðvelt að segja upp fólki eða hreyfa til. Aðgerðin með Árbæ og Setla Enga hefur mælst einstaklega vel fyrir, það er jákvætt, enda fólk hélt áfram í vinnu, en allt annað er eitthvað sem við viljum ekki þurfa að gera, en þetta var því miður hluta því, það er það sem skilar þessum grunni. En vildi bara þess að tölur væru rétt að setja þær í samhengi að því að þetta er einna stóru kostnaðar liðum sveitarfélagsins, en það skiptir líka gríðarlega miklu máli að við séum að huga vel að starfsfólkinu okkar og því líði vel í vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Við getum tekið undir það og við óskum þess að fólkinu okkar að góða starfsfólki líði vel í vinnunni. En við erum búin að ræða hér talsvert 14. mál, bæjarráð 139. fund og við erum komin að leiða lokum hér á þessum 61. fundi bæjarstjórnar Árborgar og ég vil bara þakka góðan fund og starfsfólki fundarins fyrir þeirra störf og segi hér með fundi slitið.